verið marg blessuð og sæl og verið velkomin í þennan þátt að Kilroy-kastinu á áætlun. Ég heiti Rebecca. Ég heiti Bergrún Sola. Og við erum hérna með ykkur í dag eins og aðra daga. Já, eins og öllum öðrum þáttum svo sem. Það er mjög skemmtilegur þáttur núna sem við ætlum að ræða í dag. Já. En við, sko, yfirheitið er svolítið disaster stories. Já. En mér, disaster og ekki disaster, við ætlum svolítið bara svona að ræða hvað fer úrskeiðis eða svona hvað er ekki á planinu sem að kemur fyrir, hvernig á maður að orða þetta? Smá disaster svolítið bara. Já, þetta er náttúrulega svona ekki disaster þannig að maður jafnar sig náttúrulega alltaf á þessu endanum skilur og þetta er náttúrulega alveg fyndið kannski eftir á og svona en þetta er svona í mómentinu líður manni eins og þetta sé svolítið disaster. Já. Það er svona bara það sem fer pínu úrskeiðis og er ekki according to plan. Og í ferðalögum. Já, það er nefnilega við höfum mjög gaman að því það er eins og þú sagðir áðan ógeðslega fyndið oft eftir á og gerir eiginlega geggjaðar sögur. Já, það er oft mjög eftirminnilegar ferðir og svona moment í ferðum þegar það fer eitthvað úrskeiðis af því að þú veist, það er alltaf að fara að gerast eitthvað þannig, skilur. Já, þú getur ekki plana fyrir alltaf öllum stundum, það er ekki hægt. Nei, það er ekki hægt. Þannig að þegar eitthvað fer til fjandans þá er það bara svolítið að læra að hlæja því allavega eftir á. Og það er það sem við ætlum að gera hérna í dag. Við ætlum að hlæja því. Hlæja á okkur sjálfum, gera mistök. Já, basically. Það er bara partur að þið vera til, partur að þið ferðast. Já, þetta er partur að þið ferðast. Sko. Já, þetta er hérna fyrir mörgum eitthvað oft hljómar svolítið svona fráhrindandi en ég myndi bara segja það styrkir mann bara ef eitthvað er og gerir líka geggjar partísur. Já, það gerir það sko og bara ævintýri, skilur bara svona eitthvað sem maður getur ekkert séð fyrir að lendi í sko. Nei, eitthvað húlumhæ sko út af því að talandi það, ef við förum bara aðeins inn í þessar sögur á okkar ferðalögum, þú rættir aðeins það að mann stöðum að tala sólóferðir. Já. Þú varst á Kúbu. Já, ég myndist á það. Já. Hvað ég man, þú hefur ekkert sagt mér að það fór ekki alveg allt eins og Nei, sko, ég er nú svo heppin með það að þessi ferð, hún var eiginlega smá svona disaster bara frá upp á öllenda. Já, það var mjög gaman að því en hérna, hún er samt mjög eftirminnileg sko og gekk alveg þannig séð, þú veist, ég komst alveg lifandi frá þessu skilur, það var ekkert eitthvað, ég hlaut ekkert varanlegan skaða af þessari ferð en hérna, þetta var svona hérna já, það var ýmislegt sem hefði mátt fara betur kannski, sérstaklega svona þetta var fyrsta ferðin mín, fyrsta skipti út fyrir Evrópu, fyrsta skipti ferðast ein og þetta var alveg svona, já bara allir pakkin, bara beint í djúpulegina þannig að, já, þetta var svolítið, já, eftirminnilegt má segja, sko þetta byrjaði alltaf þannig að ég mista flugi, eins og allar góðar disastersögur byrja ég mista flugi í fyrsta skipti og hérna lendi í Toronto í Kanada var ekki búin að undirbúa mig neitt sérlega vel fyrir þessa ferð heldur þannig að það er ekki hægt að segja að þetta hafi bara verið óheppni eða eitthvað þannig ég var heldur ekki alveg svona ég var ekki búin að vinna heimavinnuna mína má segja. Stundum er þetta vissulega óheppni já, mikið af þessu en svo stundum er maður líka bara kannski já, ég hefði mátt vera búin að gera heimavinnuna fyrir þessa ferð þannig að ég lendi sérst í Toronto og hérna sá það nú eiginlega bara strax að ég var búin að missa af flugi það var bara farið og hérna svo kem ég í farangurssalinn þar sem ég ætla að sækja töskunum mína og ætla bara að finna út í hvað ég á að gera næst og svona þá kemst ég að því að töskurnar voru ekki með í vélinni þær sem sagt höfðu bara aldrei verið settar borð í vélina og það voru engar töskur þannig að ég þurfti að fylla út eitthvað skjal til þess að taska mín er send til mín en ég var svo upptekin af því að ég væri að missa fluginu að ég var eiginlega bara svona að hlaupa í gegnum þetta allt saman og þú veist, fyllti út þetta skjal í algjöru flýti, vissi ekkert hvað ég var að gera og skrifaði bara eitthvað adressu sem ég var með á Kúbu og hljóp svo eiginlega bara svona í gegn og ég var komin í svo mikið svona bara svona ástand, þetta var bara svona líkamleg viðbrögð við að missa flugi, ég veit ekki, hefur þú missað flugi? Nei. Næstum því, ég var alveg næstu því mista flugi sem að er bara það er rosalega erfið tilfinning skilur en ég var ekki mist nei, ég bara man bara svona þetta var, mann leið svona eins og þetta væri ónýtt þú veist, ferðarlega áður en að byrja þetta var fyrsta flugið út skilur
og ég var einhvern veginn bara, ég var svona farin að titra og skjálfa og var ekki búin að borða neitt náttúrulega, búin að vera ferðast skætt lengi og það var bara komið kvöld hann í Kanada og ég var eitthvað svona, vissi ekkert hvað þetta að gera og hérna fer upp á einhverju konu og hún bara nei, þú ert ekkert að fara í dag, skilur, þú ert bara að finna þér hótel og gista eitthvað staðar og ég var bara, Jesús minn eini ég var bara ein og ég var ekki með töskunum mína en ég fór á eitthvað hótel hana og bara grét mig í svefn held ég geggjubyrjun geggjubyrjun af ferðalagi en hérna, ég fekk flug bara daginn eftir sem betur fer, þurfti ekki að þú veist, kaupa nýtt flug, ég gæti farið bara í hérna næsta flug sem var laust og ég mætti til Kúbu bara, þú veist, misti þannig sé ekki af neinu en taskan skilaði sér ekki bara punktur hún átti að koma, þú veist, nokkrum dögum seinna gerði það aldrei ég held ég að hafa verið tvisvar á flugvöllin á meðan ég var á Kúbu þessar 2 vikur já, hérna, ég var í svona spænsku skóla og þau skutliðu mig sem tvisvar á flugvöllin til þess að leita af henni og það var einhver mesti sirkus sem ég hef bara séð þannig á flugvöllinum í Havana þar sem að það voru engar tölvur, þetta var allt svona handskrifað og já, það var bara ekkert utanum neitt, þú veist, það var bara hérna, var þetta bara 1970? Hvað meinar? Nei, þú veist, það bara þau voru bara, já, komdu hérna inn í þetta lost and found herbyggi og þú hefur hérna 2 mínútur til þess að leita af töskunniðinni og ég fer hana inn og bara leita og voru náttúrulega búin að bíða henni í marga klukkutíma og hún var ekki hana þannig að hérna, þetta var mjög mikið svona ég var alltaf með svona væntingar að taskan væri að koma en svo kom hún aldrei þannig að það svona endaði pínu þannig að ég þurfti bara að fá allt lánað eiginlega hjá hérna, þeim sem voru með mér í herbyggi og hérna, þá var ég að tala sko bara ég var ekki búin að undirbúa mig vel ég var ekki búin að pakka vel heldur fyrir þessa ferð ég var ekki búin að setja það sem ég þurfti nauðsynlega í handfarangur til dæmis eins og gleraugun mín og linsurnar og lyfin mín og eitthvað svona það var allt í innritið á farangrinum sem það var allt í stóru töskunni sem að þú veist glataðist hún bara, henni senkaði ekki hún bara farin þannig að hérna ég einhvern veginn var ekki, þú veist, ég var ekki með sundföt ég var ekki með hangklæði, ég var ekki með þú veist, svona sandala eða neitt, þú veist, til þess að skipta skó ég var basically með eitt outfit og linsurnar sem ég kom með í mér eða skilur þau sem voru í augunum á mér þannig að þarna hófst svona svolítið skrautlegur tími á Kúbu og ég hérna þurfti að fara að finna mér þú veist og kaupa í borginni sem sagt bara föt og allt þetta nema Kúba sennilega eitt verstaland sem þú getur verið í þegar þú lendir í þessu þú veist ef ég hefði verið í Bandaríkjunum eða eitthvað ég hefði verið bara eitthvað ok shopping spree fyrir að versla þú veist en þarna var ég í Kúbu það sem er mjög erfitt að versla þannig að maður lappar svona inn í búðirnar og það svona glerborð þú veist bara eins og þú veist já þú getur semst ekki snert fötin skilur bara svona svo skarkgripaverslun já það bara fötin og það svona svolítið á bakvið og svo í hérna glerborðinu voru þú veist nærföt og sokkar og eitthvað svona minni flíkur og eitthvað svona þannig að ég þurfti semst að hérna lappa upp að afgreiðslukonni og vera bara eitthvað benda á okkur nærföt bara eitthvað, já, ég tek þennan bara eins og kaupa bland í póka já, ég var bara að velja emitt og hérna og þetta var náttúrulega allt, þú veist, það var engin eitthvað svona merki sem maður þekkti, enga búðir sem maður þekkti eða neitt þannig, þetta var allt bara eitthvað svona lokal litlar búðir og það var allt bara ógeðslega mikið mission, þú veist, það tók mig bara hálfan dag bara að finna sokka skilur við, þú veist, þannig að þetta bara svona allur tíminn minn fór einhvern veginn bara í þetta og svo þurfti ég að fá helling lánað líka frá hérna þeim sem að voru með mér í herbyggi, þú veist en það er svona bestu típunar já, þetta er sko hrikaleg típa við erum bara eitthvað, hei við vorum að spá í að fara þú veist, niður á strönd eða eitthvað, viltu koma með og ég bara já, ef þú lánar mér sundföt þá skal ég koma með og handklæði, sjampó, næringu og kannski hárbusta mögulega sólarverð í leiðinni hrikaleg típa ég var ekki vinsalust þannig held ég en þú veist fólk sem að gleymir þessu bara pælar ekki í því það er þessi típa þú bara, þetta hendi þig nei, þau vorkindi mér öll mjög mikið já, sko. Ég var eiginlega orðin smá svona þreytt á því líka þú veist, þau voru öll bara svona æi, á ég að gera eitthvað fyrir því eitthvað svona og ég var bara ákvæði glata eitthvað láttu mig í frið og lána mig bara nöllur já, nokkalega nei, en hérna en þetta sýndi mig samt svona líka pínu bara
hvað allir voru tilbúinir að hjálpa mér, skilurðu. Þú veist, bæði fólki sem var að vinna þarna, sem buðist bara til að skuttla mér á flugvöllin oftar en einu sinni, skilurðu. Og voru alltaf að hringja fyrir mig í flugfélagið og alltaf eitthvað svona að tjekka fyrir mig. Og fólkið, þú veist, sem var að ferðast með mér og sem ég þekkti náttúrulega ekki neitt og hafði aldrei hitt, þau voru öll bara, þú veist, það var einhver stelpa sem var bara, herru, ég að fara heim og eftir, viltu ekki eiga þessa skó, þú veist, ég ætla ekkert að taka á með og ég bara, jú, geðveikt. Ég tek öllu, hvort það passar á mig eða ekki, sko. Þannig að, þannig að myndirnar af mér úr þessari ferð eru svo skrautlegar því ég alltaf í einhverjum svona túristabólum, þú veist, sem að kaupir eitthvað svona I love Havana eða eitthvað svona geðveikt cheesy svona stutturumbólum. Ég var alla ferðina bara í þannig og keypti bara þannig á hverjum stað, fór alveg að ferðast alla Mið-Ameríku og var bara alltaf að kaupa nýja túristabóli af því það var bara ódýrt og auðvelt. En að því ég líka var ekki með linsunar og gleraugun, þá þurfti ég að fara til augnlæknis, sem sagt, ekki einu sinni heldur 2 á Kúbu. Af því að ég var þarna búin að vera í 3 daga minni mig þar sem ég sá ekki neitt. Þú veist, linsunar voru bara, þær voru done, þú veist, þær voru bara þotnaðar, skilurðu, bókstaflega. Þær eru ekki að fara aftur í augun. Nei, þannig að ég þurfti að taka leigubíl, bara eitthvað lengst út í eitthvað útkverfi í Havana til þess að fara til augnlæknis og fara í svona linsumælingu og mátun og eitthvað svona og þetta var í alvörunni bara í eitthvað svona heimahúsi, þú veist, þetta var bara eitthvað svona, maður labbaði í eitthvað svona íbúðagötu og var bara eitthvað, já, þetta er augnlæknastofan og dingla ég bara eitthvað í bjöllu og nei, bara Pedro, halló. Já, og svo bara var eitthvað eitt herbyggi með eitthvað flúorljósi og stól og ég fór í eitthvað svaka mátun og eitthvað. Ok, spurning samt. Já. Nú nota ég ekki glerauga linsur, en fólk sem ég þekki sem gerir það fer mætir smálund að kaupa svona linsupakka, eða fattur þú? Bara daglinsur eða eitthvað? Já, svona, eða 30 daga. Já, það var ekki hægt, sko. Ég fór í eina gleraugnabúð og keypti einhver ógeðslega ódýr gleraugu, þú veist, bara svona bráðabirgða og ég sá eiginlega ekkert með þeim, sko. Og ég spurði bara, er það ekki með linsur? Þau voru bara, nei, það er ekki hægt. Þannig að þetta var allt bara svona ógeðslega aukið flækustig og einhvern veginn bara svona mikið mission að leita að hverjum hlut fyrir sig, þú veist. Og mér vantaði fyrir spænskunámskeiði vantaði mig, þú veist, bók og blýant eða eitthvað. Og það var bara ógeðslega mikið mál að, þú veist, ég þurfti að fara bara í einhverja 3 skólabúðir til þess að finna það, þú veist. Já, þetta var náttúrulega ég get ekki ímyndað mér, eða þú veist. Nei. Og svo til þess að ná netinu þá það var ekki wifi, þú veist, í húsinu sem ég var að gista í. Þannig að til þess að fá fréttir af, þú veist, töskunni og bara svona hvernig staðan væri, þá þurfti ég alltaf að kaupa sem sagt í svona glugga á einni götunni. Fór ég bara upp á svona húsið með svona opnum glugga og þar var maður að selja svona netkort, þú veist, eins og í gamla dagar maður var svona að fylla. Nei, þú veist, þegar maður fylla á frelsið. Þetta var bara þannig. Þetta var bara svona skafkort sem þú kaupir. Og ég þurfti að fara að kaupa það og það kostaði hann reyndar ekkert mikið en þá fekk maður sérst klukkutími í einu og svo þurfti ég að fara í einhvern almenningsgarð, sitja þar á bekk og skafa kortið, setja númerið inn í síman og þá fekk ég neti í klukkutíma og þá var ég bara eitthvað, mamma og pappi, hvað er taska mín, bara hjálpið mér, bara sko. Þannig að sérstaklega fyrstu dagana þá var ég bara svolítið hangandi í þessum almenningsgarði bara eitthvað að reyna að finna út í hvar taskan væri og eitthvað. Oh my god. Já, þetta var eftirminnilegt. Eða líka bara öllum stöðum, ég held bara flestum öðrum stöðum mér langar að segja heiminum líku við væri svona ágætlega kannski stemt, en þetta hljóma bara eins og þú hafa farið aftur í tíman 70 ár. Já, þetta er nákvæmlega þannig og Kúba var alveg smá þannig, en þú veist, svo svona þú veist, ég lærði alveg að kunna meta, þú veist, borgina og mér varst alveg skemmtileg borg og svona og gerði alveg margt skemmtilegt, sérstaklega þegar ég var svona búin að sætta mig við það að taskan myndi ekki koma. Af því að þú veist, ég var alltaf fram að því bara svona bíða, skilur ég. En svo svona þegar það fór að styttast í að ég var að fara í næsta land, þá var ég bara eitthvað, herðu, þetta er ekki meant to be, ég verð bara að kaupa mér tösku eða eitthvað, keypti einhverju svona íþróttatösku, þú veist, sem er ekki hægt að setja á bakið, það var bara eina taskan sem ég fann. Þannig ég var einhvern veginn svona með hann í fanginu alla ferðina, bara í 5 vikur í viðbót, bara með hann í fanginu og þú veist, hún var ekki einu sinni full af dóti því að það kostaði allt svo mikið og þú veist, gat ekki keypt neinn föt, þannig að ég var bara alltaf í sömu fötunum. Og þú varst að ferðast í 5 vikur eftir? Já, eftir þetta.
þannig að það var nóg eftir þegar ég fór þarna. Þá fór ég í svona ferð með öðrum, þú veist, það var með gæt og eitthvað svona. Þá var ég alltaf með sömu stelpun í herbyggju og ég var alltaf að fá lána hjá henni, þú veist, ég var bara búin að eigna mér fötin hennar, sko. Já. Ekkert eðlilega pirrandi, sko. Það svo erfið, sko, þú veist, eins og ég segi, þegar þú ert bara þessi típa og bara mætir ekki með, þú veist, ég gleymdi hleðslutökinu, ég ekki með hleðslubankan eða lala, þá maður smá svona, dude. Já, bara skilur, við erum að fara sömu ferð hérna. Já. Þetta eitt gott svona pínu ChatGPT, Google hérna, bara praktísk atriði eitthvað, en þegar fólk lendir í svona, það úkslega. Já, en ég hefði svona eftir á, hefði náttúrulega átt að pakka bara allt öðru sig, skilur, þó ég hefði verið með töskunum mína hana, þú veist, þá hefði ég samt ekki verið með fullt af dóti sem ég hefði alveg þurft, skilur. Já. Þú veist, einhver lyf eða eitthvað svona, þú veist, ég var bara líka ekkert búin að einhvern veginn kynna mér þetta, þannig ég var alveg svona pínu þessi típa, skilur. Ég var alveg pínu svona óþolandi af því ég hefði örugglega ekki verið með þetta hvort sem sko. En þú veist, ég hefði allavega verið með föt og skó og linsur og svona. Þú tókst allavega linsur með þér? Já, bara tösku. Já. Það lærist bara, allt svona lærist náttúrulega eftir því sem maður. Mér finnst bara ógeðslega að fyndi fyrsta ferðin út fyrir Evrópu, fyrsta sólóferðin og bara allt. Og bara eitt stór shitfest bara allan þessum tíman. Mér líður núna eins og bara það haggi ekkert við. Þú gæti verið bara eitthvað allslaus, bara eitthvað staðar og bara þú reddar því. Já, eða þú veist, ég komst í gegnum þetta, skilur, og hafði alveg gaman á meðan, þú veist. Sérstaklega, já, eftir að ég fór bara frá Kúbu og við var bara pínu svona komin í næsta land og ég bara, ok, nú er bara ný ferð, skilur, nú er bara hætti að pæla í þessu og eitthvað svona. En hérna, já, þú veist, þá bara, það alveg þannig, þú veist, komst í gegnum þetta og þú veist, eins og ég sagði í byrjun, hlaut ekki varanlega skaða og ég hætti ekki að vilja ferðast, skilur, ég hélt bara áfram, en hérna, já, þetta var svona blanda af óheppni og mjög slæmum undirbúningi. Það bara... Ég veit ekki, það gengur að gerast á öllum bæjum, skilur, og þá líka bara held ég, einmitt bara það kemur annar dagur eftir þennan dag og maður bara finnur út úr því, þetta svona gett klísjukent svona, þetta reddast. Algjörlega, og ég svona eftir að hugsaði líka eins og með að missa fluginu, þú veist, af því að það var einhvern veginn byrjunarpunktinu og ég hélt bara, ok, ferðin ónýtt, þú veist, og mér fannst það svo mikið mál. Já. En svo fattaði ég svona eftir og ég bara, það var eiginlega minnsta málið að missa þessu flugi, skilur. Ég fekk bara það sem gerðist, ég kom degi setna, skilur ég misti ekki neinu, ég var ekki að, þú veist, missa neinu þennan eina dag sem ég átti að vera þarna, en þú veist, at the time þá fannst mér svo það væri bara heimurinn að hrynja, skilur líka því það þú veist, fyrsta skrefið í ferðinni að vanlega þetta fyrsta flug eða bara koma svo til flugull og koma sér í vélina og þetta ferðalag og þegar það fokkast upp ég get að límynda mér það að maður fari í pínu í svona kleinu bara, ég vil bara fara heim andjóks, en svo eftir allt þetta töskuvesen og allt hitt vesen sem kom eftir þá var ég pínu svona, ok, það ekkert mála með þess að flyga og ég hugsa þetta alveg ennþá þegar ég lendi í einhverjum svona senkunum eða cancellations eða eitthvað, þá ég bara eitthvað svona, þetta reddast alltaf, skilur, flugvesinni reddast alltaf, það alveg pirrandi og maður gæti alveg mista einhverju sem maður var búin að plana, en þú veist, það oftast kannski bara einn dagur eða eitthvað og þú veist, þá maður bara maður getur ekkert gert í því, skilur. Nei, en það svo, bara að hafa upplegað eitthvað svona, að lenda í einhverju svona og sérstaklega svona til að byrja með það kannski setur smá strik í reikningin sem maður getur alveg skilið. Já, algjörlega, þetta alveg bara, En sjáðu þið í dag? Já, arriving komst út hinum einn bara sem sterkari einstaklingur Já, og nú ég ógeðslega svona judgy þegar fólk að pakka, ég bara ætla að setja þetta í handvarung, já, ok, skrítið af því þú ert búin að læra þínum mistökum af því að þú varst eins og hauslaus hæna í 5 vikur í Mið-Ameríku. Já, bókstaflega, bara því ég var ekki búin að kynna með neitt og undirbúa mig, skilur Já, það, húst þetta kemur með kalda vatninu svolítið líka, sko maður gerir ekkert fullkomið í fyrsta skipti. Nei. Þú ert nóg, svona, þetta allt í lagi. Takk, já. Vá, nei, ég tengi samt alveg með svona, þú veist, eins og ég hef ekki mistað flugi sem betur fer, ég hef alveg verið nálægt í. Já, betur var það ekki bara um daginn? Jú, bara um daginn, bara í ferð númer 7000 og ég bara, mér finnst svo vandræðilegt að pæla í því en ég var ein að ferðast líka, bara að halda þetta laga, ég var ein með sjálfur mér, búin að ferðast í Indlandi í 2 vikur eða eitthvað og var í Dubai og átti flug ógeðslega snemmi morgunin frá Dubai heim. Og ég mæti þetta á flugull klukkan svona 5 morgunin og ég svo þreytt, krakkar, ég hef getað sofnað standandi. Nema hvað, ég sofnaði sitjandi.
og ég getur ímyndað mér ég sett stíkt svona sæti af því að geitið mitt ég var svona sem búin að finna geitið mitt og ég var bara klullari í boarding og ég held ég hafi bara svona aðeins slökka augunum og ég bara djúpsvefn og svo bara vakna ég og fæ smá svona panik og bara svona stendu upp og labba geitinu engin hjá geitinu og engin neinstaðar sem ég sá og ég bara afsakið og ég fór eitthvað niður stiga þar var víst geiti og ég fann eitthvað konu og ég sé að ég kom með SMS bara frá flugfélaginu if you intend to board this flight be at the gate before eitthvað 7:10 klukkan 7:08 þegar ég var bara excuse me og konan bara þetta var svo ógeðslega óþægilegt líka því ég bara þetta leið eins og 1 sekúnda hjá mér en ég var bara í djúpsvefni klullera konan líka bara why are you so late ég eitthvað I fell asleep talandi líka glada típu já ömuleg típa ekki hægt sko ég líka bara fullorðin skilur ég haldur vakandi á flugvöllunum í nokkra mínútur þetta alveg þetta var bara daginn það gengur eins og ég segi þegar maður getur alveg maður lendir í alls konar já, svo þú með ykkur svona þetta ekkert mál, maður kemur sterkar tilbaka en sjáðu mig í dag ég náði alveg í flugi sko, það var alveg ég var bara örugglega hálft flugið að svona ná mig niður og bara anskotin, hvað hefði ég gert först í Dubai, bara ég var mætt í vinnunum bara morgun, skilur og líka þetta þitt klúður já ég var bara, fór strax að ímynda mér ég er að fara að senda á yfirmann minn og bara alla í vinnunni, krakkar ég kemst ekki í vinnuna morgun, ég sopna á flugvöllunum og mista fluginu mínu og þið bara, amateur gosh, einpirrandi en nei, það var eitthvað æðra sem vakti mig bara rétt í tækatíð að ég vaknaði bara eins og einhver zombie og bara labbaði af stað en þú veist, það var hefði alveg mátt vekja þig nokkur mínútur fyrr láttu æðri máttar vita því ég bara, þetta var svo steikt sko en þú náðir? Ég náði, ég líka sko ein önnur svona maður lent í ýmsum að pælri sem bara, mér finnst það ógeðslega fyndið í dag og ég alveg bara, ég fæ ekki nóg að tala því mér finnst það hilarious en mér fannst það alls ekki hilarious á þeim tíma nei, ekki meðan nei, guð minn almáttur þá var ég alveg tilbúin bara að verða 0,5 sentimeter og grafa mig í hólu skilur en ég hérna alveg vitna í þegar ég fekk frunsur á Bali frunsur? Í fleirtölu og mér langar að segja þið sem að fái frunsu þú veist, eintölu að fleirtölu þið viti hvað fokkin leiðilegt ógeðslega perrandi að fá frunsu ég fekk 18 ég fekk 18 frunsur bara yfir allar varirnar og nú fólk að ímynda sig bara ég var svo fílamaður en eitthvað þetta var og vinkonur mínu sem voru með mér á Bali geta votta fyrir þetta að ég fekk frunsur út á kinnar oh my god, ég vissi ekki það væri hægt nei ekki heldur, fyrir þannan góða dag í mæ á Bali en það líka bara eitthvað svona þegar maður svona, maður lasin en ég var þarna bara með frunsur og ég gat bara ekki þetta var bara ferlegt þarna var ég bara, ég mátti ekki fyrir sólinni ég gat ekki borðað svo bara leitaði öllum apótekum hér fer ég bara í lyfju kaupi eitt stykki, hvað heitir þetta Valasíklóvir, töflunar og hún farin, hún kemur valla skilur, ég þarf ekki að fá frunsur lengur í dag í lífinu en þarna var ég bara ekki að finna neitt og seinstu dagarnar okkur á Bali þær eru bara að surfa fóru í augnhár, neglur voru bara eitthvað ég var inni allan tíman, bara með tárin í augunum bara og ég held að vera svona degi 3 eða 4 þegar ég var að fara í morgumatinn bara eins og zombie og baðum banana strawberry smoothie en ég gæti alltaf að tala þá sagði starfsmaðurinn á hótelinu now you doctor ég eitthvað grenjandi ég var bara svo lítil í mér ég bara no it's okay af því ég fann ekki frunsutöflurnar mínar í apótekunum nei, maður líka heyrir þetta svona frunsur og maður eitthvað svona já en þú veist, er það eitthvað mikið mál? Einmitt. En þegar þú ert með 18 og getur ekki opna munnin sko myndirnar af þessu ég verða að mynda þessu ég verða að sína það sko og ég bara, þetta er svo fyndið og ég já, einn af starfsmönnum á hótelinu bara skellir mér á vespinu sína og segir, jú, doktorana og tók mig bara til læknis, bara heimilislækni og ég var bara við stelpum bara, bye og þar fór ég og læknir eitthvað svo fyndi og ég þurfti að fara bara til heimilislæknis til að fá eitthvað við frunsunum og hún var ekki hægt að segja mér hvað væri að og ég var bara,
I know. Sjokkar. Wow, thank you doctor. Hún greina þessa frunsu. Þessar 18. Þetta var ekki hægt sko. En þá fekk ég frunsutöflur og þú veist, varð betri. En ég man bara, þú veist, í mómentinu, þarna var ég bara, lífið ömurlegt. Ég hata allt og alla, enginn að horfa á mig. Og þú veist, við erum að tala um það, ég lá á sundlaugarbakkanum með, þú veist, regnhlífina, eða hvað heitir þetta, svona sólhlífina, bara yfir andlitinu, að því að frunsun mega helst ekkert verið í sól. Okay. Og ég lá bara svona í fílu og stelpunir eitthvað leiksir í sundlauginu og ég man að ég var bara það var eitthvað svona fílupúki með frunsur. Og sko í þokkabót þá ég er á Bali í rúmar 2 vikur. Á degi 2 stingi mér í laugina og laugin er svona hrjúf. Já. Svona gett fín, svona svört sundlaug, hún svört, þannig að það er svo erfitt að greina hver botnin er. Já. Svona frekar hrjúfur svona botn og ég í stemmingu á degi 2 á Bali mæti sting mér í laugina til stelpnuna og greinilega í grunni endan og hakan mín bara og ég fekk bara svona risa sár á hökuna á 2 á Bali og ég var alltaf eitthvað að reyna að passa sárið en eitthvað að það var ekki ómikið í sólinni og eitthvað og þegar það er að gróa og ég hélt að það væri gróið þá fer ég í sólba og ég brenn svo ógeðslega illa í því ég var eins og Thanos ég var eins og Thanos í Avengers ég get sýnt þér mynd af þessu líka þannig er ég á degi 7 á Bali og er bara með annarstigs bruna bara og ég er bara komið með lyf og krem á gíli bara svo þegar það er að lagast þá komu frunsunar þannig að í minningu er Bali bara eitt stórt fuck up og stelpunir sem ég var með voru bara ég var ljót allan tíma og þess að fyndi stelpunir bara, oh my god Bali, ég var svo æði og svo geggja og ég fæ bara svona frábært, gott að heyra gott að vera gaman hjá ykkur ég var bara í einhverju móki og þetta er bara eitthvað svona óhefnis ég ekki að pæla já, svona blanda af óhefnum frunsunum og kannski ekki að pæla með sólbrunan og stinga sér í grunna endan þegar ég stakk mér í þessa laug sóla ég líka kom upp úr og svona, á og stelpunarlega, þér er að blæða og ég eitthvað, goddammit og þetta var ekkert smá og veistu, í dag, það er 6 ár liðin ég er rauðhærð og fæ freknur en ég fæ ekki freknur á hökuna þar sem að sári var ég veit ekki af hverju en þetta er bara daily reminder ángríns ekki stinga ykkur í grunna endan krakkar og hvað þá ef að laugin er eitthvað svona hrjúfur það er bara laug sem þú þekkir ekki og veist ekki hvernig er skilur. Ég er ennþá bara pirru út í þessa laug hver gerir hrjúfa sundlaug þetta var ekki þægilegt svarta hrjúfa sundlaug ekkert praktikaliti hérna en líka bara í þessari sumferð það var bara alltaf eitthvað svona smáttur að gerast skilur bara ég var líka ég er hvort maður sé seinheppin eða bara klaufi eða bara ég veit ekki bæði. Já, en þú veist bara shit happens og þegar ég var í Tælandi líka í sömu ferð, ég fór hann í reisuna þá var ég í sjálfboðastarfi með fílum og ég var svolítið svona inn í skógi skilur fílarnir þurfa að vera í skóginum og ég var búin að vera að vinna morgunin eitthvað með fílunum frá 6 til 8 eitthvað og alltaf með 8 og 9 morgumatur í sjálfboðastarfinu og þú þekki mig, ég fer og legg mig gleymdi að ég ætla bara að vera up and ready to go, bara 6 alla daga þannig að í öllum matapásum þá finnir þú mig, þú veist bombið með banana og lúlla smá nema einn morgunin, þá veit ég ekki, ég held að ég hafa verið með eitthvað pötta á mér út af því að ég leggst yfir rúm finn eitthvað svona kláða á bakinu eitthvað svona, svo bara pota eitthvað svona í það, eins og ég ætla svona aðeins að fara að klóra mér, pota í það og ég bara svona búm, stingur bara allt, ég veit ekki hvað gerðist en ég poti eitthvað á bakinu og það bara stingur mig eitthvað, eða bítur mig eða ég veit ekki hvað er og ég gleymi þessu aldrei ég sko bara stekk upp rúminu, ríf mig úr bolnum öskra bara, þú veist mér brá svo, það var eitthvað bara, þú veist, sé ég hérna í rúminu þetta var potið, þú veist, á mér úr skóginum, hún var örugglega bara í bolnum mínum síðan á morgunin, svona skær appelsínugula 1000 vætli og ég bara þú veist oh my god og þau bara, hvað er gangi eitthvað þá var hún eitruð og þetta var ógeðslega mikið panik og ég bara
ég var stungin í baki og ég man, ég var eins og sko, ég var að ganga göflun og ég var við stelpunum bara hljópaðin bara bent á baki og öskra eitthvað og það er bara Rebecca, það sést ekkert á þér þú veist, það sást bara ekkert og ég bara, já, bara getur ímyndað ég er náttúrulega líka I have a flair for the drama Svo smá íkt ég elska þú veist, að maður sé ekki leikari maður spyr sig en hérna en þú varst ekki að leika þarna nei, ég brá bara svo mikið og ég var bara þegar ógslinn sem sé svo kom konan og fór með mig eitthvað til dýralæknis og ég fekk 2 töflur og setti klakapoka á bakið og ég mætti aftur út í skóa að vinna með félagunum klukkan 1 skilur, en þarna var ég bara heim ég var smá bara, ég bara að deyja, nú ég að kveðja þessa jarðvist og ég var smá bara farin að taka í hendurnar á stelpunum og þakka þeim fyrir lífið sko. Þetta búið að vera gaman, skemmtileg ferð hérna kannski alveg skiljanlegt svona þá og þegar þetta bara mín versta martröð eða þú veist, ég held að þetta sé bara versta martröð hjá mjög mörgum að lendi í svona sem ég skil, ég meina ég hata alveg pöttur ég er nú ekkert eitthvað musi, kókuló líka loðinn og skæra appelsínugul hún var alveg og djöld hreiðum sér hratt og það þurfti að koma svona myndir eða svona maður á svæðinu að þetta má ekki vera inn í húsunum skilur, öll húsin eru afgert það neti öllum gluggum og eitthvað en ég held að það hafi bara verið eitthvað starf á mér sem er líka smá svona var bara að chilla í snúðunum á hárinu mínu bara eitthvað, hér kósi skilur en svo þú veist ég veit ekki, mér finnst þetta ekkert eðlilega fyndin saga í dag því ég bara svona, ég upplifði þetta bara ég var bara bitin af eitraðri 1000 fætlu í Tælandi í bakið og hélt ég var að deyja, ég var ekki alls ekki að því en skilur bara svona upplifðin, tilfinningin og adrenalínu og eitthvað, ég er svona smá eftir og bara eitthvað wow, þetta var svakalegt þetta var alveg svona gett sko þú veist, og hvað ert þú í úlpu? Þú veist, ég fæ alveg svona já, þá þegar, nei alls ekki, mest alls ekki næs Guð, ég hefði líka bara haldið ég verið að deyja sko þetta er bara maður er bara með biljón svona og ég hugsa að það geti allir tengt sem hafa farið eitthvað svona ævintýraferð eða eitthvað svona bara örugglega ferðalag yfir höfuð að það fer alltaf eitthvað smá skeis já, 100% það er alltaf eitthvað að fara að gerast sem þú sér ekki fyrir, skilur bara saman hvað það er kannski bara svona eins öðruvísi og mismunandi hvað það er raunverulega eftir kannski hvað þú ert að gera og hvar þú ert og eitthvað svona já, og hversu dramatíst það er já, ég er kannski ekki góð kandidat fyrir eitthvað svona, því ég er alltaf bara eitthvað og síðan koman eitthvað, gerði svona mikið og ykt en þetta er svona klálega óhefni, eða þú veist, þetta er ekki já, þú veist, þetta var bara, þetta hefði getið gæst fyrir hvert sem er, þú veist ég bara, ég veit ekki, ég er gaman að þessu og ég er alveg svona eftir og er ég bara fegin þetta var frekar ég en kannski einhver annar sem að ég skilur þú höndlaðir þetta já, maður er bara búin að lenda í þessu og halló, sérum í dag alltaf þessi ég kem bara sterkari út hinum einn krakkar þú var að vinna með þetta maður hérna líka bara eitthvað sem að ég fæ rosa oft spurning út í og ótrúlega margir pæla í ég held með þess að þú tengir líka hérna matareitrun oh boy það er eitthvað ég fæ oft bara svona frá random bara fólk sem er að pæla í útlöndum og svona framöndu stöðum bara en hvað getur þú borðað og getur þú borðað eitthvað og fær maður ekki bara matareitrun og eitthvað ég held að þetta sé eitthvað svona sem að er relatable fyrir nánast alla eða þú veist þetta er bara það hafa eiginlega allir fengið eitthvað tímar í magan sem hafa farið að ferðast skilur já og þú veist mér finnst það matareitrun kannski ekki alveg hjá öllum en að fá í magan fyrstu dagana eða eitthvað svona maður borðar eitthvað shady eða bara þú veist svo er þetta líka bara nýr matur og þú veist magaflóran okkar þú veist ég borða sama alla daga það er bara skyr og restabrauð og þú veist svo fer ég eitthvað til útlanda og það er ekkert skyr skilur og bara bakteríurnar já þannig að þetta er bara auðvitað þú veist það er eðlilegt að fá nillara einu sinni eða tvisvar skilur já ég held að það lendi allir í því sko en ég hef alveg unni með sko proper matareitrun við erum að tala um það að ég var bara öskrandi ég laka til að fæða barn og segja þér hvað er verra ég tók þann pól talandi um að vera svo dramatísk ég er bara ekki að grínast ég bara þetta er vont sko
Þú fyrst eitthvað tíma? Ég hef fengið mataritun sko allavega 2 svar. Já, annars skipti fekk ég salmonellu sko. og mér er svo gott við sem búin að finna vettvang til að tala þetta. Tala salmonellu. Sko, ég vissi til dæmis ekki þegar ég fór til Suður-Ameríku að það væri hægt að fá salmonellu bara úr öllum fjandanum. Þú veist, ég held að þetta væri bara svona kjúklingur og that's it. Frár kjúli. Já. Eða ef skurðarbretti ekki nógu vel þrifið, larmar þetta ekki heimilsfræði? Jú, nákvæmlega, en ég einhvern veginn bara þekki engan sem hafði fengið salmonellu og vissi ekkert þetta skilju og þetta var maður alveg að passa sig á kjúklingnum og eitthvað. En ég fekk sérst salmonellu þegar ég var í Suður-Ameríku í held ég hafi fengið henni í Kólumbíu sko, eitthvað þar, Mexíkó, Kólumbíu, eitthvað þar. Það er alveg erfitt að segja nákvæmlega en hún var svona að malla í dágum tíma. Já, og ég var alveg allt og lengi líka bara að fara, þú veist, á spítalann, skilur. Já. Því að þetta var alltaf einhvern veginn svona, ég var alltaf bara eitthvað, já, en þú veist, þetta lagast örugglega samt bara eftir 2 daga, eða eitthvað, þú veist. Og svo kannski var þetta pínu betra og svo svona versnaði aftur, eða skilur. Ég er búin að læra í dag að maður á bara að fara beint, þú veist. Ef þetta lagast ekki sjálfum sér eftir 2 daga eða eitthvað, þá bara fara á spítalann og fá eitthvað töflur, sko. En þetta er hryllingur, sko. Þetta er bara, þetta er svo ömurlegt og maður verður einhvern veginn eins og einhver vofa. Já. Þú veist, maður verður bara svona geðveikt máttlaus og ömurlegur bara eitthvað. Það líður geðveikt illa. Ömurlegur. Já, þetta er ömurlegt, sko. En samt, eins og segja, þetta er eitthvað svona sem að eiginlega allir bara lendi upp á einhverju marki, skilur við. Þannig að, já. Ég bara, vinkonur mínar, þær áttu moment þær sögðu mér að þær voru aukstar í Asíu, manni, og þær voru bara, þú veist, í Bridesmaids, þegar þær fengu matareitrunina í brúðarkjólumáturinu, eru bara að drulla í vaskinu og æla á hver aðra. Ég á 2 vinkonur, í nefninu og engin nefn, en þær voru bara í því. Já. Bara skilur eini í vaskinu, eini líka við sturtuna og bara allt upp og niður. Já. Og þetta er bara, sorry, hversu lítill getur maður orðið? Þetta er ekkert eðlilega humbling. Þetta er svo humbling og maður fer í svona survivor mode, sko. Og maður fer einhvern veginn alltaf svona, þú veist eins og sumir alltaf svona með neyðarútganga alltaf svona að vita hvað neyðarútganga er. Þú verður þannig nema með klósett. Þú verður svona, lappar inn í eitthvað, þú veist, nýjan veitingastæði eitthvað svona, hvað er klósettið? Bara veist hvert þú átt að bara vera viss hvað klósettið er. Og svo er maður í rútum náttúrulega bara meira minn allan daginn, skiljum. Og þú veist, veit aldrei hvenær þú kemst næsta klósett. Stoftöflur. Steindi talar það, Immodium, hann gleipir það bara eins og PS. Immodium er bara mesta snilld í heimi, sko. Já, sérstaklega maður að ferðast, þú veist. Þegar ég fekk mína matareitrun, þá var ég vissulega í Kosta Ríka og ég get bara kennt sjálfur mér þessa matareitrun af því að það var ekki maturinn framræddur. Þú veist, ég trúi ekki að segja þetta almenning, eða þú veist, ég lofa, ég er alveg með nokkra heilasellur af og til, en ég panta mér hana risareggju salat, ógeðslega gott. Ég er í svona surfkampi og það er svo góð matur í Kosta Ríka. Gæðu mango, risareggju salat og ég bara, yes, fæ mér hádegismat. Ég er búið með svona 4 bita, þá kemur bara surf lesson og ég bara, nei, maturinn minn. Þannig ég geymi bara eitthvað salatið fyrir klukkutíma surf lesson og bara, get ekki beðið þegar að borða salatið mitt. Að það er svona 35 gráður og það var bara eitthvað úti. Nei. Jú. Ég sagði bara á veitingastæðnum bara á borðinu. Í kampinu bara, já. Ég bara nennir að passa hérna matinn minn. Og bara pældi ekkert í því og bara, þú veist, og risaregjur, þú veist, þetta er bara rækjur. Ég kláraði bara salatið mitt og ég get alveg sagt ykkur það, nóttina eftir ég hef aldrei hatað sjálfur mig eins mikið. Og bara, oh my god, magakramparnir. Ég var í alvörinu bara, nei, nú fer maginn minn að éta sig sjálfur að innan og aftur, ég er bara að fara að kveðja þessa jarðvist. Já, einmitt. En þá einmitt tók ég öskrið á þáverandi kærasta minn bara, ég hlakka til að fæða barn í þennan heim og segja þér hvor er verra. Bara eins og ég væri andsetin og þú veist, þetta var ekki hægt og svo aftur, það er svo gaman að vera svona opinn við allan hlustendur og áhorfendur að það gengur og gerist í bestu bæjum en ég náttúrulega bara næ eitthvað svona smá svefni eitthvað og svo vaknaði bara við því að ég er að skýta á mig. En þú veist, ég bara byrja að grenja, þarf að kúka, er smá að því og ég bara enda eins og unga barn í sturtunni bara og ég bara vera að smúla mig. Skilur, þetta er ekki hægt, sko.
Og ég alveg sem að fullt af fólki sem hafa fengið matareitrun kannst við þetta. Örgulega fleiri en maður heldur, sko. Já, það ekki tabú að kúka. Nei, allavega þegar maður veikur. Já, þegar maður veikur það ekki tabú, skilur við. Já, en þetta samt hrikalegt. Þetta var, ég held að ég hef aldrei verið eins humbled. Nei. Fattur þú, ég var bara... Og við erum að tala það að klukkan svona 6 morgunin og ég í þessu surfkampi og ég búin að bara smúla mig eins og lítið barn. Eða bara svona sem ég hafi verið í skammakrók eða eitthvað svona bara smúlið. Og ég þarf að láta eitthvað þú veist, ég get ekki lagst upp í rúm. Nei, ég myndi ekki mæla mig. Nei. Hvað gerir ég? Jú, ég þarf að fara fram og finna eitthvað sem að vinna hana. Alla þrefikonuna tala bara spænsku og ég bara, eftir mína 5 áfanga bara, perdón, jó, muy mal, jó, eitthvað, svo bara nei, ekki séns að ég komi neinu frá mér og aðtíð ég bara svona liggvett þetta í sundur, bara ég get alltaf að lappa. Já, ég örugglega bara svona, eins og sko spagettímaður og svo fara allir að tínast í morgunmat og ég ennþá úti bara, hjálp, bara. Og hérna kemur eitthvað starfsmaður á ensku hey, are you okay, eitthvað og ég þarf að segja á ensku, atvið allir tala ensku þarna, þannig að það heyrðum að allir segja og ég segi bara, þarna ég bara mér var svo sama ég horf bara konuna bara, þetta einhver skvísa að vinna í surfkampinu bara, are you alright darling og ég bara horf á hana bara I shit my bed, can you help me og bara með tárin og svitan og bara og hún bara, yes no problem svo bara kemur eitthvað kona og skiptir á rúminu hjá mér og ég fer bara, ég læt ekki sjá mig Nei. Ég bara í felum í svona 1,5 sólarhringi viðbútt bara að jafna mig, svo bara mætt á surfbrettið með krökkunum, bara hvað segir ég? Allir bara, hvað ertu búin að vera? Svo enginn hafi heyrt það Ég bara búin að vera aðeins að kvíla mig hérna. Þetta bara í alvöru tala ég bara, og að þetta hafi verið mér að kenna sig með því ég freaking það samviskubitið, það erfitt en ég meina I'm alive, skilur og hér ertu að segja okkur þessa sögu þegar þú kúkar í rúmi ég ekki bara gaman að geta að hlæja þessu sko. Ég held ekki bara hætti sér núna þetta bara, þú veist, ég veit ekki hvað ég getum talað meira, búin að kúka á því sögur eru margar sko. Það verður ekki ógeðslega gaman að fá sögur frá öðrum, skilur að því ég vissum að það fullt af fólki sem að tengir við eitthvað svona disaster dót, skilur 100% örgulega bara miklu verið en þetta eða þú veist bara þetta sko ég ætla að enda ekki upp á spítal með vöku í æð, skilur ég hef alveg heyrt á því og þú veist, þetta bara svona pínu gangur á því að vera í ævintýri og nýju umhverfi og menningu og mat og bara allir pakkinn, skilur shit can happen Bókstaflega shit can happen anywhere anytime Úff maður og svo, við getum ekki enda þetta á þessum kúkanótum hjá mér það ekki hægt ef ekki að segja eitthvað uppbyggilegt svona sko eða þú veist, ég get ekki hugsa ég bara að gráta ég bara svona svitna þetta nei, ég ætla bara að segja eins og þú segir, þú veist, það alltaf eitthvað svona að fara að gerast af því að svona, ef maður hugsa svona hlutværslega, skilur maður á hverjum einasta degi að gera milljón nýja hluti, skilur þú ert ekkert að gera það heima, þú veist, þú ert bara í einhverju rútínu, en þarna, þú veist, þegar þú ert sérstaklega þú ert í löngu ferðalagi, skilur það bara smá óhjákvæmilegt, skilur á einhverjum tímapunkti þeir að fara að líða verra heldur en þú veist, líður heima upp í rúmi með kissu og Netflix en þú veist, en það svo lítið brotabrót af öllu hinu, skilur þú veist, af því að þetta svona 98% bara geðveitt gaman og þú veist, meira þess að þú veist, ferðin sem ég fór í sem var bara shit show, skilur að þú veist, það bara svona eftir á þá manstu það ekkert nema bara á svona fyndin hátt, skilur þú veist, ef þú getur hlegið af því eftir á og verið bara svona þú veist, þetta bara herti mig, skilur maður kemur bara sterkur úr tínum minn eða þú veist, það eitthvað skrítið en það það samt, það þannig en nei, líka bara svona, þú veist ef að það svona fórnin sem þú þarft að færa til þess að fá að upplifa og gera allt hitt skemmtilega, þú veist, það þá ekki bara allt í lagi þó þið líði í nokkra daga eða nokkra mínútur eða klukktíma eða eitthvað
svo er þetta bara allt þess virði inn í end að mínum mati, sko. Og bara ef að eitt flopp eða disaster, þú veist, snýr þér alveg við, skilju. Já. Það er, ég vona að gera það ekki við neitt, í rauninni, þú veist, af því það er bara hérna pínu bump in the road og svo bara kemur annar dagur og lífið heldur áfram, skilju. Já, 100%. Og svo einn daginn getur þú setið í þessum sófa að tala um eitthvað. Þú eru kúkaðir á þig. Eða eitthvað fleira. Nei, þú veist, bara relatable, þú veist, það lenda allir í einhverju svona húlumhægi, sko, eitthvað sem er ekki beint á áætlun. Já. Kilrarkasti á áætlun. Fun intended. Wow, ég á eldi í dag. Já, heldur betur. Það er bara alveg orðagríni. Nei, það, já, ég held að það lendi allir í einhverju svona, það er eins og að segja, væri alveg gaman að heyra, þú veist, frá, já, ef einhver lumar á einhverju góðri sögu, þú veist. Getur einhver sent á okkur ef hann hefur líka kúkað á sig? Andjóks, einhver, bara svona, please, bara fyrir Rebekku. Bara fyrir mig. Ég get ekki verið eina konan í landinu svo lendi í þessu. En líka, mér finnst verðt að taka fram, það er ekki, þú veist, mér finnst ekki vera hægt að vera eitthvað svona, já, hún var í Costa Rica, ok, maður er bara að kúka á sig Costa Rica. Einmitt. Eða eitthvað svona, Kólumbía, Mexiko, Sóla var bara með matareiturinn, þú veist. Já. Það er bara, getur gerst út um allt, sko. Það getur gerst út um allt. Já, við tökum kannski eitthvað svona mýtur, fyrir einhvern tímann í næsta hætti eða einhvern tímann í nákominni framtíð. Það verður gaman, af því að já, það er alveg, þú veist, einmitt, maður heyrir svo oft einmitt eitthvað svona pínu búið að stimpla á ákveðin lönd eða eitthvað svona, eða ákveðin mat eða eitthvað, en þú veist, þetta getur í rauninni gerst hvað sem er, sko. Já, þú veist, ég einmitt þegar fólk spyr mig hvar ég fekk matareiturinn, ég er pínu hikandi að segja Costa Rica, af því maturinn var ógeðslega góður. Og Costa Rica er bara mjög örugt land og frekar alveg svona, já, ég fíla high quality. Það segir okkur alveg hvað maturinn var góður þegar ég hugsaði ekki eina sekundu, skilur, og var bara, ég verð að borða salatið mitt, skilur. Þú hefur alveg skilur landið þessu bara í Noregi eða eitthvað. Bara eitthvað sem er heitt, sko, ég tek þetta á mig, sko, því miður. En þá hugsaði ég sem bara komið að lokum hjá okkur. Þetta er eiginlega komið gott. Þetta er komið nóg að klúra í bili. Ég ætla að setja stopptakkan á sjálf mig. En endilega mitt, ef þið eru með sjálf disastersögur eða whatever, að senda okkur, við elskum að fá svoleiðis og follow okkur á Spotify, Apple Podcast, reyta endilega, ég finnst gaman að hlusta okkur Sólu babla. Já. Það er endilega, það er þetta reyta podcastið á Spotify. Já. Bara 5 stjörnur eitthvað svoleiðis væri rosalega yndislegt. Bara fylgi hjartanu. Já. Og 100% líka follow okkur á Instagram og TikTok, þar sem við erum líka rosa fyndnar. Mæli með. Ekki. Svo bara sjáumst við í næstu viku að öllum líkindum með einhverja veislu. Já, spennandi. All right, bye! Bye!